Komið í sæl og blessu, kæru ljón. Vonandi gengur allt vel hjá ykkur. Spilin ykkar komin hérna á borðið, fyrstu spilin. Og það sem fyrst kemur hérna í sambandi við heilsu, annaðhvort líkamlega, andlega heilsu eða heilsuna á einhverju verkefni sem að þið eru með í höndunum. Þið ykkar sem að þurfið að láta tékka á heilsunni ykkar. Það getur verið góð hugmynd. Nú ef þið eru með einhvers konar heilsubrest sem þið eru að glíma við, þá er núna kominn tími til að grípa í taumana og reyna að ná eins góðum tökum á því eins og hægt er. Mörg ykkar kæru ljón eru komin á ákveðna endastöð með eitthvað í lífinu. Það getur verið heilsa eins og spilið segir til en það getur líka verið einhver partur af lífi ykkar þar sem að ykkur finnst eins og þið eru stopp. Þar sem þið komist ekki lengur meira áfram. Það getur verið mjög óþægileg tilfinning. En sumarið lofar samt góðu varðandi jákvæðar breytingar á því. Og ykkur stendur til boða að fara í raun og veru hvert á land sem er. Það er að segja breytingar standa ykkur til boða og fyrir mörg ykkar kæru ljón fela þessar breytingar í sér ferðalög eða tilfærslu og eiginlega ákvörðun bara hvert skal halda næst. Þið þurfum að finna eða leita uppi aðilann sem getur hjálpað ykkur að taka ákvörðun varðandi næstu skref. Og það getur verið bara hreinlega einhver í ferðabransanum, hreinlega bara það að panta far eða tala við einhvern aðila í sambandi við að fá hann til að koma með ykkur að ferðast. Sumarið er náttúrulega mikill ferðatími. Ég veit ekki alveg hvort að það sé endilega það sem að máli snýst hérna. Mér finnst þetta meira að vera að þið kannski setjist niður og planið hluti með einhverjum sem er með ykkur í báti. Gera einhver skemmtileg plön. Spilið hérna bendir á margar leiðir sem að segja mér að það eru alls konar möguleikar framundan. En það að gosin komi hér við hliðina á bendir til þess að ekki er allt sem sýnist og farðu bara varlega kæra ljón í það að taka einhverjum gylliboðum. Ef eitthvað er úr gott til að vera satt, þá er það oftast þannig. Farðu varlega þegar þú ert að panta á netinu eða kaupa á netinu. Það er ekki allt sem sýnist og sá sem að þú verður í sambandi við eða aðilinn sem að þú ætlar að tengjast í þessum pælingum þínum, vertu viss að þú getur treyst honum. Það er smá viðvörun hérna varðandi það að vera vakandi. Ég ætla að draga hérna eitt spil í viðbót til smá útskýringar. Ok, virðist vera manneskja með kvenorku
kona eða einhver sem er með ábyrjandi kvenkynsorku uppi. Þannig að vonandi er þetta ekki eitthvað tálkvendi sem er að ergja þig, kæri krabbi. Kæmi mér samt ekki á óvart. Þú ert viðkvæmur og gætir átt að til að leyfa öðrum svolítið að spila með þig. Ég er að sjálfsögðu ekki að tala við ykkur alla, kæru krabbar, en ég þekki krabba sem að svona undir skelinni eru þið afskaplega viðkvæmir og já, lendir stundum í, hvað hefur að segja, getur stundum lent í ógöngum út af því. Kvenkyns orka sem er ekki heiðarleg, ok. Veit ekki alveg hvað ég á að segja ykkur meira um þessi spil, kæru krabbar. Þetta byrjar á því að snúast heilsuna ykkar. Fer síðan inn í góðan tíma og sumarið, stjörnumerki sumarsins eru tvíburi, krabbi og ljón og ef til vill Meyja hér í okkar sumartíma. Þannig að þetta er einhver spurningum kannski að tengjast fólki í því stjörnumerki. Samskiptin eru mikilvæg en það þurfa að vera heiðarleg samskipti. Ok, við tökum hérna spilið við bótt. Já, Rebbi er ráðagóður, hann getur verið lúmskur líka og hér gæti verið ábending til þín að gæta þín, nálgast hlutina af varúð og svo er það blessaða kleinihringurinn sem kom hérna áðan líka. Fara varlega í hluti sem að veita þér bara tímabundna ánægju en eru ekki góðir til langframa. Ofneysla í hvaða formi sem er slæm fyrir þig, kæri krabbi, og aðeins bara verið að benda þér á hana inn í sumarið. Hér kemur karlkynsorkan sem er mótvægi við þessa kvenkynsorku sem er hér. Þannig að hér er komið ákveðið jafnvægi sem segir mér það að þú átt eftir að takast á við þessa óheiðarlegu orku sem ég talaði áðan. Þú átt eftir að takast á við hana af festu og komast yfir hana eða mæta henni allavega þannig að þú ráðir fram úr eða þú ráðir við hana, skulum við segja. Ok, hljómar dálítið skringilega, ég veit, en fyrir þá ykkar sem að þetta á við, þá held ég að þið skiljið þetta. Karlkynsorkan segir mér líka að þið nýtið hana inn í sumarið í það að standast freistingar eða að standast þessa ofneyslu sem að kleinurhringurinn kannski tala svolítið um. Það er allt í lagi að veita sér hluti og að njóta lífsins, en það er þetta með að fara of langt yfir strikið. Ok, hér erum við aftur komin inn í ferðalagspælingarnar. Taktu áhættu og stígðu skrefin fram á við. Það getur verið líka bara myndræn líking, en það er ferðalag þarna í þessu spili og það að kanna ókunnar slóðir, ókunn lönd. Og um leið og ég segi það, þá kemur hérna spilið ókunn lönd.
Fyndi hvernig þetta gerist stundum. Vertu reiðubúin fyrir nýja sjóndeildarhringi. Vertu reiðubúin að takast á við óvænta hluti, kynnast nýjum hlutum, stíga út fyrir rammann, skoða heiminn og skoða hann líka í nýju ljósi. Þannig að ef að ferðalagið er ekki í sumar þá er allavega plönin það í sumar. Og svo er það að taka fyrsta skrefið. Einhverjir ykkar kæru krabbar eru kannski bara að fara í ferðalag innra með sjálfum ykkur. Einhvers konar þroskaferðalag. En svoleiðis ferðalag getur oft bara fylgst að með venjulegu ferðalagi líka. Nú dettur mér í hug svona ákveðin pílagrímsferðalög sem að margir fara í. Kannski ert þú að fara í eitt slíkt, kæri krabbi. Allavega það skiptir máli að byrja, taka fyrsta skrefið og sjá síðan hvert vegurinn leiðir þig. Og það getur verið að þú þurfir að kveðja ástvini, fjölskyldu. Þú tekur með þér pínlítið af farangri. Ef til vill ertu bara með einhvers konar körfu til að stinga reynslunni í og geyma hana. En þú ert allavega að fara á kanna ókunnugar slóðir og fara út fyrir það sem að þú þekkir í áttina að sólinni. Þetta er fallegt, kæri krabbi, og ég vona svo sannarlega að þetta verði ánægilegt sumar eða ánægileg byrjun á sumri allavega. Gætti heilsunnar. Það getur líka tengst Nú var ég að fatta að ég er búin að vera að segja krabbi, en ég er að sjálfsögðu að tala við ljónið. Ok. Það er einhver ástæða fyrir því. Kæru ljón. Það er bara eins og krabbinn hafi bara yfirtekið lesturinn ykkar. Þetta var furðulegt. Ok. Eins og svo margt annað, þá skil ég ekki ástæðuna. Kæru ljón, það er þið sem eru að fara að ferðast, já. Alveg örugglega á það sem ég hef sagt við krabbann líka, og einhverjir ykkar gætu verið að fara í ferðalag með krabba. Ljón og krabbi saman eru bæði sumarmerki. Ljónið er eldur, krabbinn er vatn. Eldur og vatn saman mynda gufu, mynda orku. Þetta var mjög sérstakt, svo ekki sé meira sagt. Kæru ljón, ég veit bara ekki alveg hvað skal segja. Ég er ekki að fara að breyta lestrinum, en vonandi komast skilaboðin bara þangað sem þau eiga að komast. Hvort sem að það er til ljónanna eða til krabbans. Ok, einu sinni allt fyrst. Gangi ykkur vel með þetta. Ljós og kærleikur.